Já, Þóra Lind Halldórsdóttir með erindi á Þjóðarspegli og ég þarf að lesa er þetta ekki bara útlendingur eða heitir það? Ertu velkomin. Takk fyrir. Þetta fjallar þú ert að tala við karla. Já, karlstjórnendur. Já, karlstjórnendur sem eru innflytjendur. Já, og eru af ólíkum uppruna og ólíkum kynþætti, þannig að þeir eru ekki hvítir. Og það sem þú ert að reyna að átta þig á er hvernig svona, hvort að þessi reykast á hindranir í starfi sínum og frama. Já, bara hvernig er upplega stöðu sína, hvernig meta möguleika framgangi starfi og hvernig er upplega tækifæri hindranir og já. Og segðu mér. Þeir eru upplefa alls konar. Þeim finnst íslensku kunnátta vera hindrun eða tungumála kunnátta sín vera hindrun, stór hindrun, bæði til að taka þátt í íslensku vinnumarkaði og til framgangs. Þannig að þó þessu komnir í ákveðna stöðu og þá upplegar eins og komist ekki lengra vegna tungumála kunnáttu. Er það vegna þess að þeir kunna ekki íslensku eða að þeir geta aldrei lært hana nógu vel fyrir okkur? Þetta seinna. Það er ekki bara það að kunna einhverja íslensku, heldur bara að við gerum mjög mikla kröfum fullkomna kunnáttu. Já, þannig að ef þú kemur hérna fullorðsárum, þá bara nærðus aldrei til þess að vera meðtekin. Já, og við þurfum líka bara að, ég held að þetta sé svolítið í samfélaginu líka, að við gerum kröfum fullkomna kunnáttu og við dæmum fólk. Eins og ég tók viðtal líka við konur af sama flokki í BS-ríkinu minni, þá töluðu þær þetta að þær láta alltaf að lesa yfir sig alla texta af því annars líðum eins og fólk dæmi sig og þær séu bara eitthvað vittlisar fyrir að tala ekki eða skrifa ekki fullkomna. Þessu rækamarandar sem að bíða eftir að stökka á eina vittlisa beygingu. Og ég meina, ég nota mikið ensku í mínu starfi og ég er örugglega að beygja fullt vittlust og ég er ekki að pæla í, skilurðu, en af hverju gerum við kröfum að fólk tala svo fullkomna íslensku. Þetta hefur komið fram í ýmsu við Rauðaborðið, þar sem að bæði eru að tala við innflytjendur. Þeir tala þetta að það sé bara að þú veist, mun ekki ná í sig þessu lífi að verða meðtekin. Og síðan finnst þeim erfitt að tengjast öðrum á vinnustaðnum og tungumálinu, missa af alls konar samræðum og eða fá einhverja samantekt á fundum og svo leysa, það er aldrei dýft inn í samræðinum. Heldur það sé annað en að vera bara útlendingur? Stundum það hundleitt að vera útlendingur. Ég hef verið útlendingur í öðru löndum og það kemur alltaf að því að ég tengi bara ekki. Það er verið að vísi í eitthvað eða þannig allt í einu bara situr maður og segir voða fátt af því að maður bara skilur ekki. Heldur það sé meira hér? Þeir tala að þeim finnst Íslendingar vera frekar lokaðir líka bara tengjast þeim persónulega og vingast við þá. Sem er kannski líka bara grunnurinn að því að taka svo þátt á vinnustaðnum og kynnast fólki og... Já, það er svona test ef að einhverja hlusta á okkur vil meta það hvernig fólk er sjálft gagnvart þessu. Það var svona test að spyrja sjálf sig hvort það búið innflytjenda í mat. Nákvæmlega. Það er svona, maður getur spurt sig að því. Og ef að svarið er nei, þá náttúrulega er eitthvað. Nákvæmlega. Ok, segðu mér meira. Já, síðan upplifðu þeir að tækifærum veru ójöfn, að Íslendingar væri alltaf með forskota þá, þeir eru að segja störf og svo leys og ef öll með 2 jafn hæfa og innflytjenda og svo Íslendingur myndi alltaf fá vinnuna eða fá framganginn starfi og að þeir væri með stimpil á sér sem titillinn kemur að þeim líður eins og fólk hugsa bara að veita hann eitthvað, er þetta ekki bara útlendingur og upplega það svona í starfi. Og það er þá að lýsa ykkur sem er svona smá áreiti, það er bara þú skynjar það á bara augnaráðinu og öllu þessu að það er ekki verið að tala við mig eins og ég sé fullorðin manneskja. Já, og að þurfa alltaf að fá staðfestingu, double checka kannski ef að hann segir eitthvað innflytjandinn, þá spyrja alltaf Íslending eða spyrja hann frekar ráð og hann sé sérfræðingurinn í þessu og líka bara segja vinnur og störf, þú veist, fá ekki atvinnuviðtöl, svo er einhver ráðin í starfi sem er kannski minna hæfur en er kannski hvítur eða Íslendingur. Og er þetta þegar þú talar við þessa menn, hópaðum, er þetta bara gegnumgangandi? Eða var engin sem að sagði nei. Það var gegnumgangandi nema þeir sem störfuðu alþjóðlegu fyrirtæki, það sem var mestmegnis útlendingar og töluðu enska í vinnu tungumálinu. En þeir sem eru inn í íslensku samfélagi, þetta er bara, og þú veist það alveg, ef þú halda áfram að tala, þá myndur þú bara fá staðfestingu. Já, ég talaði við 12, eða getið talaði við fleiri. Og það er líka áhugavert að ég var oft spurð bara, nærðálega að tala við 12, finnur þú 12, eru þeir hana? Fólk heldur mér að fólk sé ekki eins og nýjum stöðum og þeir tölum það að þau vantar fyrirmyndir sem við geta speklað sig í æðstu stjórnendastöðum. Það sé enginn af erlendum uppruna eða
ólíkum kynþætti. Í hvaða stöðu, hérna, þú segir stjórnendur, getur það verið verkstjóri í byggingavinnu eða er þetta að tala eitthvað sem að reka fyrirtæki eða stóra deildir? Bæði, þeir hafa haft mannaforráði í 1 ár, það voru kröfunar. Sumir átti sitt eigi fyrirtæki og það var einmitt eina niðurstaðan að þeir bara gást upp á að leita sér að vinna en í Íslandi og stofna sitt eigi fyrirtæki og rannsóknir hafa sýnt það. Innflytjendur gera það í löndum, þeir bara fá ekki stjórnendastöður eða stöður sem hæfa menntið þeirra og stofna sitt eigi fyrirtæki. Það væri hægt að veita þeim ráð sem að hafa áhuga á nýsköpun að íta peningunum til innflytjenda því að í öllu löndum þá sko margfalt algengar að innflytjendur stofni fyrirtæki heldur en innfættir. Já, en síðan var svona áhugaversta þema eða kannski mest sem svona mikilvægast að þeir upplöðu fordóma og tengdu að við kynþátti sinn og sögðu bara hreint út að ef ég væri hvítur innflytjandi ætti ég miklu auðveldara að vera í Íslandi og höfðu upplöðað bara alls konar dæmi eins og bara einn sem vinnur hjá fjármálafyrirtæki og var búin að vera í samskiptum við viðskiptavin á netinu og allt gekk bara mjög vel og smurt og svo hittust þeir að þá bara neitaði hann að láta hann afgreiða sig og þessi tala reiprennandi íslensku þannig að það var ekki tungumáli. Þannig að þó þetta sé undantekningar þá þetta gerast á Íslandi og höfðu bara fengið svona fyrirlitning sem að fólk fær í andlitið. Já. En var mismunur á því þú nefndir hann að það var hvítur innflytjandi það verið betra. Þannig það líklega betra að vera frá Austur-Evrópu og svo álitamál hvort eiginlega verra að vera múslimi eða frá Afríku. Og þeir nefndu að sjálfur að Íslendingar stimpla innflytjendur sem góð og slæma. Einn sagði að fólk heldur oft í sig frá Afríku og ég finn svona kalt viðmót, svo veit að ég frá Bandaríkjunum og þá allt í hennu öðru sér viðmót. Þannig að við stimplum til dæmis góða innflytjendur sem eru kannski frá Norður-Ameríku eða Vestur-Evrópu og svo slæmur innflytjendur Miðausturlönd og Afríku. Og ég talaði við nokkra sem voru múslimar og þeir upplöðu líka mjög mikla fordóma gegn trú sinni og sérstaklega þeir sem beraði með sér útlitslega eins og múslimar höfðu fengið athugasemdir eins og í starfi bara eftir komin hingað til að drepa mig og átti að vera djók en þeim fannst þetta ekki fyndið að þetta öráreiti. Þetta alltaf að vera að minna þig á að þú ert ekki héðan og þú ert ekki Íslendingur. Þetta fordóma sem eru byggðir á svona bara fréttum á þessar öld. Margir telja það. Frekar heldur svona djúpstæði fordómar hvað múslimi sem eru víða í Evrópu sem eru byggðir á því svona að það einhver annar sem að stýra þeim sko. Þeir eru aldrei almennilega hluti okkur því að Allah geti sagt þeim að gera eitthvað og svo þeir eru birtir myndir af mönnum í bænum sem allir beygja sér saman að það finnst Vesturlandabúum eigin sem eru einstaklingshyggjumenn einhvern veginn ógnvænlegt. Það mjög djúpt í Evrópu en það ætti ekki að vera hér því að Íslendingar hafa eiginlega enga reynslu af múslimum bara eiginlega fyrir en að hinga koma einhverju palestinum en svona upp á 1970. En bæði rannsóknir sem sína og þeir sögðu það líka í minni rannsókn að þeir telja að þetta viðhorf komi frá fjölmiðlamálum neikvæða mynd gagnvart sérstaklega karlkyns innflytjendum og tengja það við glæpasamtök og hryðjuverk og til dæmis bara alltaf að vera fréttir það var alltaf þarf að nefna að sé útlendingur það var glæpur og það var útlendingur eða það var þessi en þetta er múslimi sem fremur voða verka þá er það út af trúnni en ef einhver annar gerir það þá er það bara þeirna geðugur. Nákvæmlega. Og svo er það náttúrulega líka bara með fyrir bíó það er vondikallin oftast múslimi, það var það alveg, ég veit ekki hvort það sé búið að breytast núna. En segðu mér, af hverju fórstu að rannsaka þetta? Ég bara fekk mikinn áhuga á þessum málefnum og hafði heyrt mikið að innflytjendur í Íslandi væri ekki að fá störf við hæfi og væri í láglaunastörfum þó að menntun segði annað. Þannig að ég var svolítið forvitin að rannsaka bara hvað ef þú ert komin í einhver ákveðna stöðu, er þetta bara komið eða ertu ennþá upplega eitthvað? Og finnst þetta bara, nei það er ekki. Mér finnst bara allir að vera metnir af jöfnu grundvelli, ekki hvað maður kemur og hvernig lítur út. En svo líka eitt svona sem kom mikið fram, það var þetta öráreiti eins og nefndir áðan að við þurfum alltaf að spyrja hvaðan ertu og þeir voru orðnir svolítið þreyttir á því að þurfa alltaf að útskýra sig, bara getum við bara að tala um vinnuna og fólk eru auðvitað bara forvitið og Íslendingar eru forvitnir og þeir meina ekkert illt en ef þú spurður á hverjum degi, kannski ofta dag Þeir áttast ekki á því hvað er álag fyrir hinn Nei, þá ertu alltaf að fá áminningum og sért ekki hérna þú hafi kannski búin allt þitt líf eða búin í 30 ár Þetta fær mann til að hugsa að því að alltaf að tala um aðlugun er kannski mesta verkefni fyrir innfædda Íslendinga aðlagast því að það eru
útlendingar hérna. Já, Það þau er þurfum ekki eiginlega bara, átaki sem að þyrfti að gera þetta snýst ekki bara að þeir aðlæðast okkar menningu, Nei. við þurfum líka aðlæðast þeirra menningu. og breyttum tíma bara. Þetta er 15,5% árið 2001, Já. hlutfall innflytjenda á Íslandi. Það kom í 16,3. Já. Það hefur komið svo margir inn á þessu ára, ekki Já. bara flóttafólk. Heldur tvöfalt fleiri sem eru komin hingað bara til að vinna og halda byggingariðnaði og ferðamennsku gangandi. Herðu, áhugavert að tala við þig. Já, takk fyrir að bjóða mér. Þetta er mikilvægt málefni og við höldum áfram að ræða það við Rauðaborðið. Já. Til hamingju með ritgerðina. Takk fyrir. Takk fyrir það. Herðu, þá er það komið af dagskrárliðnum Femínískar fréttir eftir augnablik.